Dagskrá kvöldsins þannig, það pínlítið breyting en í fyrst kemur borgarstjóri til með að fara yfir helstu málefni hverfisins. Framhald af því verður Páll Hjaltason arkitekt sem ætlar að kynna fyrir okkur kvikmyndaþorpið í Gufunesi og svo í lokin að þá komum við til með að sjá myndband þar sem að íbúi í Grafarvogi lýsir sinni sín á hverfinu. Það verður opið fyrir spurningar eftir að Dagur og Páll hafa lokið máli sínu og ég vil taka það fram að fólk kynni sig þegar það beru spurningar og passa það að tala í hljóðnemana því eins og fram kemur þá er þessi fundur í beinu streymi þannig að þeir sem heima sitja og fylgjast með okkur geti heyrt spurningarnar jafnt sem svörin. En ég ætla bara að hefja þennan fund og bara gerðu svo vel borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Takk fyrir Berglind. Maður fær alltaf svona sérstakan fiðring í magan þegar einhver að glíma við tæknivandamál og einhvern veginn ef það til orðabóka skilgreining á svona samlíðan eða meðvirkni þá það örugglega í tengslu við það. En það sem fyrir bíó við vonum að þetta bara gangi vel, gaman að sjá hvað eru mörg mætt og það búið að vera virkilega gaman að vera í Grafarvogi þessa viku. Íbúafundir borgarstjóra eru ekki ný uppfinning. Þeir eiga sér beinlínis áratuga langa sögu. En það sem að Jón Gnarr gerði þegar hann var borgarstjóri að hann tók upp á því að haldi ekki bara að opna fundi heldur flutti skrifstofan upp í Breiðholt og var þar yfir lengri tíma og heimsótti stofnanir og starfsfólk borgarinnar og ég tók upp þessa hugmynd þegar ég var borgarstjóri og hef verið að flytja skrifstofana í mismunandi hverfi og venjulega þetta nú svona notalegu taktur yfir 2 ár sem að þessar hverfaheimsóknir hafa varað, svona 1 á 4 til 6 vikna fresti, en svo fór þetta að frestast með COVID þannig að þetta eru búin að vera linnulaus eiginlega hlaup síðustu vikur, en algjörlega frábært og ótrúlega góða móttökur í skólunum. Ég hitti foreldrafélögin, stjórnendur skóla, velferðar, Fjölni og þannig mætti áfram telja. En ég held að okkur sé ekki til setuna boðið því að hér yfir margt að fara. Gömlu borgarstjórafundirnir fjölluðu mjög mikið svona stóru málin sem væri í gangi í borginni á hverjum tíma en nú svo mikið í gangi sem tengist bara hverju á einu hverfi, þannig að við komumst ekki yfir allt sem á borgarvísu, við getum tekið það í spurningum eftir ef áhuga á, en hér ég fyrst og fremst að fókusera á málefni Grafarvogs. Og þó að Reykjavík sé sjálfsögðu alltaf undir, en það af nóg að taka og Grafarvogur býsna fjölbreytt og víðfeðmt hverfi sem að alls konar. Ég ætla að sýna ykkur bara nokkra myndir sem eru teknar á lofti. Við sjáum kannski ekki hverfin okkar oft þannig, en þetta eru dásamlega myndir sem Róbert Reynisson hefur tekið. Og hérna Bryggjukverfið. Grafarvogur það eitt hverfi? Já, en það eru sannarlega margir hverfishlutar og við þekkjum Staðahverfið, Víkurhverfið, Engjahverfið, Rimahverfið. Já, ég veit ekki til þess að ég sé eftirlýstur, en þetta óneitanlega svona einhvern veginn þannig tilfinning ef maður myndi heyra svona þyrluhljóð. En folderhamrar og svo ætlum við líka að fjalla Bryggjukverfið og aðeins að tæpa á Höfðahverfinu. En í Grafarvogi eru tæplega 18.000 íbúar í 7.053 íbúðum.
Ef við berum saman aldurinn í hverfinu og aldurssamsetninguna þá sjáum við að fólk á vinnualdri aðeins hlutfallslega fleira í Grafarvogi heldur en í öðrum hverfum og eldri borgarar eru aðeins fleiri hér að meðaltali heldur en í öðrum. Börnin eru nokkurn veginn á pari en þó þeir sem hafa búið hér í hverfinu nokkuð tíma vita það að þeim hefur fækkað umtalsvert frá því þegar þau voru flest og raunar hefur kannski aðeins fækkað í svona hefðbundna Grafarvogi almennt því að við búum á fleiri fermetrum og við sjáum þetta töluvert í skólamálunum. En hverfið tæpir 15 ferkílómetrar, það eru 47 opin leiksvæði, 152 kilometrar á göngu- og hjólastígum, 139 bekkir og 226 ruslastampar, nákvæmlega talið. Velferð í Grafarvogi. Ég byrja stundum á að tala velferðina þegar ég að tala á hverfafundum og fólk segja, já, eitthvað velferðarþjónusta í mínu hverfi? Það er þjónusta inn á ótrúlega mörg heimili í hverju einustu viku og oft á dag, sum þeirra við fréttum sjaldan af henni, en það vegna þess að þjónusta þessu tagi bæði persónleg, hún náin og kemst kannski ekki fréttinu með ef hún klikkar eða eitthvað frábrugðið. Henni stýrt úr Grafarvogi og úr gamla miðgarði en núna heitir þetta þjónustumiðstöð Austur sem mun líka ná til Árbæjarhverfisins og það verið að breyta þjónustunni í borginni þannig að þjónusta sem snýr að börnum sem hefur annars vegar verið út í hverfunum en líka inn á skóla- og frístundarsvið og velferðarsvið, það verið að færa hana nær, það verið að færa ákvarðanatökuna nær vettvangi til þess að veita skólum og börnum stuðning beint og þetta eru breytingar sem við köllum betri borg fyrir börn og höfum mikla trú á. Það búið að í raun pröfukerfi í tilraunaverkefni upp í Breiðholti nokkra missera skeið með mjög góðum árangri þannig að við erum að innleiða þetta alla borg og stýrum þessu í 4 borgarhlutum en hér bara stutt yfirliti við þá margþættu þjónustu sem að Reykjavíkurborg veitir í öllum hverfum borgarinnar og ég var með frábæran fund með forstöðumönnum á velferðarsviði sem starfa í Grafarvogi og það gríðarlega mikið af búsetukjörnum, mjög fjölbreyttum búsetukjörnum fyrir fatlað fólk, fyrir eldra fólk, fyrir yngra fólk, fyrir fólk með geðrænar áskoranir í húsum, í götunum þar sem við búum. Þetta nefnilega mjög fjölbreytt starfsemi og mjög fjölbreytt borg sem við búum í og ég fekk bara gæsahúð og ég var mjög stoltur þegar þau voru að lýsa í raun afrekum sínum að því að þessi starfsemi hefur staðið sig alveg ótrúlega vel í gegnum COVID og fólk hugsa út fyrir boxið og lagt sig fram. Ég veit ég trúið ekki en það eru forstöðumenn sem vinna í Grafarvogi sem fóru með skjólstæðinga í sumarbústað í sóttkví. Ég meina fólk hefur verið að taka einstaklinga heim til sínum jólin þú veist, út af sóttvörnum og alls konar sjónarmiðum og það alveg magnað hvað mikil ástríða í þessu starfi. Þetta upp í borgum, við fluttum skrifstofuna einmitt þangað og þar eldra fólk áberandi því að þar hún Birna með stýrir frábæru starfi en það sem einkennir starf eldrafólks í Grafarvogi þó það að eldrafólk í Grafarvogi ræður sig sjálft. Það brautriðandi í því að Korpúlfar sem félagsskapurinn hefur heitað alveg í mjög langa tíma frá þeim tíma sem voru mjög hlutfallslega fáir eldri borgarar í Grafarvogi stýra sínum málum sjálfir þó þetta skráði í félagið, það kostar reyndar ekki neitt en það eru 2400 eldri borgarar í Grafarvogi og það eru yfir 1000 skráðir félagar sem sýnir sig hvað þetta vel lukkað og gott og ef þið sjáið svona 40-50 manna strollu af hressu fólki á göngu þá það Korpúlfar, ef þið sjáið svona 30 manns í appelsínugulum vestum sem að tína rusl, jafnvel með göngugrindur þá það Korpúlfar, ef þið sjáið fólk með svona ferðatösku dragandi eftir sig þá það Korpúlfar sem að fara í utanlandsferð í vor. Ég frétti nefnilega ýmislegt
þegar ég fekk mér spagetti og hakk með þeim á miðvikudaginn. Já, hérna er einmitt að tína ruslið. Þetta er sem sagt mjög fjölbreytt starf, gríðarlega skemmtilegt. Aðalfundurinn var í vikunni og var mjög vel sóttur og og góður. Íþróttir í Grafarvogi eru auðvitað einn af styrkleikum hverfisins tvímælalaust. Ég held að við ættum að gefa deildarmeisturum Fjölnis í söpvideild kvenna gott klapp, þau unnu í gær. Fjölnir er ekki það lið sem er að borga leikmönnum sínum hæstu launin eða slíkt, en þetta er það félag sem með flesta iðkendur og heldur alveg ótrúlega vel utan starfið. Það er gríðarlega mikil þátttaka sjálfboðaliða og það eru spilaði leikir í ótrúlega mörgum deildum og greinum vegna þess að Fjölnir er líklega eina lið landsins sem með meistaraflokka í 4 greinum, sem íshokkí líka fyrir utan boltagreinarnar og í öllum tilvikum bæði í karla- og kvennaflokki. Og þetta er eitthvað bara sem er algjörlega til fyrirmyndar og ég þreytist ekki á að hrósa Fjölnisfólki fyrir framúrskarandi starf og starfsemi og mjög gaman. Auðvitað eru almenningsíþróttir líka gríðarlega mikilvægar, eins og bara sundlaugin. Við erum búin að vera að gera nokkra skemmtilega viðbætur og sumar eru beinlínis að frumkvæði Grafarvogsbúa sem var stungið upp á þeim í hverfakosningum og kosið þær síðan í kjölfarið. En hjartað í þessu fyrir utan Dalhúsin auðvitað Egilshöll. Egilshöll er auðvitað íþróttaaðstaða sem væri kannski eina eða aðalaðstaðan í hvaða stórborg sem er. Þetta er nefnilega svo fjölbreytt íþróttaaðstaða þarna að ef það væri ekki svona gríðarlegt íþróttalíf í Reykjavík þá gæti gestur sem myndi rölta inn halda að þetta væri fyrir alla borgina. Þarna erum við auðvitað með fullan keppnisvöll í knattspyrnu sem er eina þannig knattvöllin í Reykjavík. En á síðustu örfáum árum höfum við verið að bæta mjög rösklega við stórbættum fimleikaaðstöðuna sem er eins og glæsilegasta á landinu og sáum líka þátttökutölurnar fara alveg rosalega hratt upp. Og það var nefnilega púsli sem vantaði var svolítil íþróttaþáttaka hjá stúlkum á þessum tíma og þarna náðist miklu betra jafnvægi milli kynjanna. Svo var körfuboltinn og handboltinn að sprengja utan af sér þannig að það var opnuð 2-föld æfingaaðstaða fyrir boltaíþróttir líka í Egilshöll, þannig að þarna er glimrandi aðstaða fyrir utan skautasvellið. Björnin er orðinn hluti af Fjölni núna og þannig að það spilað undir merkjum Fjölnis. Það er enda fótboltalið sem heitir Björnin sem er svona hliðarfélag fyrir þá sem ekki er að spila í meistaraflokki og þannig að það er líf og fjör í húsinu frá morgni til kvölds. Og þetta líka bíó og alls konar. Við langar aðeins til þess að nefna vallamálin og áhorfendaaðstöðuna. Við höfum verið að skoða það undanfarin ár með Fjölni sem hefur leikið sína leiki í Dalhúsum. Við gerðum svolitlar viðbætur og úrbætur þar fyrir nokkrum árum en höfum verið að skoða það hvað myndi í raun kosta eða útheimta að koma upp fullkominni aðstöðu þar og bera það saman við hugmyndir sem að Fjölnir og Reginn sem er eigandi Egilshallarinnar hafa verið að tefla fram á Egilshallarsvæðinu. Og þetta eru þær hugmyndir sem ganga þá út á það að þessi gervigrasvöllur sem er til en hann snýr núna svona, honum er snúið í þessa átt, hér kemur þá áhorfendastúka og hér fyrir aftan kæmu byggingar sem gæti verið í tengslu við Borgarholtsskóla, til dæmis íþróttafræðin þar, gæti verið spa eða einhvers konar heilsurækt, svona heilsutengd starfsemi og þetta er til rýni núna hjá skipulaginu, hjá lögfræðiteyminu og skrifstofunni á mér og hjá íþrótta- og tómstundaráði og línur gætu verið að skýrast í þessu fljótlega. Svo eru þetta
Grafarvogur svolítið paradís fyrir golfara. Einn í íbúðaráðinu sem við vorum að borða saman á tælingarstaðnum í Spönginni áðan sagði að þegar einhverju vinirnir vera gorta sagði ég eiga sumarbústað rétt hjá golfvelli þá bara, ég bý nú bara hér og það nú bara göngufæri á 2 sko. Og þannig að þetta auðvitað gríðarlegur lúxus en þetta líka lýðheilsumál. Ég veit ekki hvað golfið dregur marga sem eru í raun í grunninn fótafúnir eða allavega hafa gott af hreyfingu af stað á morgnana eða á kvöldin eða jafnvel bæði og í langa göngutúra dragandi eftir sér vagn eða með rafmagnsvagn en allavega að þá eru golfvellinni gríðarlega mikið notaðir. Nú menningarlífið í Grafarvogi fjölbreytt og gott. Það eru auðvitað öflugt safnaðarstarf. Einn stærsti söfnuður landsins hér Grafarvogskirkja með 4 magnaða presta. Ég ekki alveg hlutlaus í þessu af því að Grétar Halldór giftur systur minni sko, sem einn af þeim og hann reyndar búinn að vera í prestaskiptum. Þau eru á Ísafirði en koma aftur núna í sumar. En í Spönginni að þá hefur kjarninn eftir að hafa látið svolítið það hafði verið að halla undan fæti þarna nokkurn skeið. Það var svolítið pirringur út af því eftir að verslanir sem voru þarna kannski svona frumkvöðlar fóru og síðan fór ÁTVR úr Grafarvoginum, var raunar ekki hér en eftir fund sem ég átti með forstjóra ÁTVR að þá fengust þau til þess að endurskoða það þannig að eftir að ríki kom þarna þá fylgdi nú ýmislegt annað meðal annars fluttum við bókasafnið við hliðin á ríkinu. Ég ekki að segja bús og bóks í einhver svona blanda sem að fólk eigi almennt að tileinka sér en þetta og fleira, svolítil þétting byggðar hérna í kring, bæði á Eyrarreitnum og svo á Móaveginum, hefur verið að styrkja hana kjarna. Þannig að þarna eru komnir nokkrir veitingastaðir og býsna blómlegt og ég veit að reitir sem eiga þetta svæði vilja frekar efla það heldur en hitt þannig að ég held að hverfistengd þjónusta geti verið í sókn í Spönginni. Og bókasafnið, ef þið hafi ekki kynnst því eða kynnt það fyrir krökkunum ykkar að barnabörnum að gera það. Það alls konar uppátækjasemi á bókasafnunum sem eru farin að skilgreina sig sem fjölbreytta menningarmiðstöðvar sem eru að brydda upp á alls konar áhugaverðum hlutum til þess að lokka fólk að bókum eða bara til þess að vera til. Á svona svolítið hlutlausu svæði þar sem að fólk getur bara fundið út úr því sjálft hvað það hefur áhuga á að gera. Nú, sjónlistamiðstöðin á Korpúlsstöðum. Við erum reynda með golfara hér í einum endanum en Samband íslenskra myndlistarmanna með fjölda vinnustofa fyrir listamenn á Korpúlsstöðum. Þar eru líka sýningarrými og eitt svona sameiginlegt fjölnotarrými. Við höfum séð fyrir okkur að þetta verði þarna áfram en kannski má þetta opna sig meira gagnvart hverfinu og bjóða meira upp á þátttöku eða námskeið. Það hafa verið svolítið samskipti við skólana. Svo reyndar Korpúlarnir með svona smíðaaðstöðu þarna í kjallaranum sem þó nokkuð mikið notuð. Nú, skóla- og frístundastarf eru auðvitað hjarta í hverju hverfi og það líka í Grafarvogi. Þau hafa verið mjög mikið til umfjöllunar undanfarin ár og verið að hluta til átakamál eins og eru ekki fréttir fyrir fólk í Grafarvogi en skólarnir eru í mikilli sókn að mínu mati og ég hef heimsótt þá í þessari heimsókn og öðrum. Ef við tökum leikskólana fyrst, það 780 börn á þessum 10 borgarleiknu leikskólum. Þeir eru reyndar líka 3 sjálfstætt leikskólar í hverfinu. Og við sjáum það viðhorfskönnun að 98% foreldra í Grafarvogi telja að börnunum sínu líði vel á leikskólum. Það reyndar alveg gríðarlega ánægja með leikskólastarf alla borg. Getum verið mjög stolt af því en það var eins og við sjáum bara, hægt að ná hærri tölum. Og Laufskála voru að fá hvatningaverðlaun sem að skóla- og frístundasvið veitir árlega fyrir þá sem skara fram úr og við erum búin að vera að gera endurbætur líka á leikskólalóðum þannig að það gott hljóð
skólafólki, en leikskólar eins og önnur starfsemi hefur þurft að breyta ýmsu og taka á mjög mörgu í gegnum COVID. Það eru veikindi hjá starfsfólkinu þar eins og hjá öðrum og ekki minni. Þannig að ég heyri það alveg að fólk sér svolítið fram á að það þarf að fá svolítið endurheimt eftir þessi 2 ár og hlakka til vorsins og sumarsins. Nú, grunnskólarnir, þar eru rétt rúmlega 2000 nemendur. Það eru ekki mörg ár síðan að grunnskólanemendur í Grafarvogi voru yfir 3000. Og breytingi varð mjög hratt, kannski á bilinu 2006 til 2016, og þetta hefur haft í för með sér áskoranir varðandi skipulag skólastarfs, varðandi starfið sjálft og líka rekstrarlega. Það eru, ég heyrði ekki annað á fundunum með fulltrúum foreldrafélaga en það væri mikil ánægja með mjög margt í grunnskólunum og nefnd frábær dæmi verkefni eins og þátttöku barna í að endurskipuleggja skólalóðin í Borgarskóla, upplýsingaflæðið í skólanum sem við stöndum í núna í Rimaskóla, sem ekki bara frá umsjónarkennurum, þetta líka frá skólastjórunum, þannig að einhvern veginn foreldrar hafa það á tilfinningu að þið geti fylgst vel með starfinu í öllum skólunum. En eins og þið sjáið að þá eru skólarnir mjög misstórir og þeir sem minnstir eru finna svolítið fyrir því og hafa orð á því. Og til þess að nefna það að þá var farin svo leið í norðanverðu Grafarvogi að loka skólanum í Staðahverfinu. Þá voru nemendur orðnir 60 og ekki nemendur í sumum árgöngum. Þeir voru orðnir mjög fámennir, en þetta reyndi mjög á. Þetta var mikið átakamál í hverfinu. Ég veit að sumir eru ennþá svona sita eftir með þetta og eru ekki alveg sáttir, en það er ekki annað að finna á skólastjórnendum og hitta nemendur að það hafi margt gengið vel. En breytingar taka alltaf á, sérstaklega í skólastarfinu, en ég heyri af og finn fyrir miklu stolti með hvernig gengur núna 2 árum síðar. Og við tökum dæmi Víkurskóli að það er mjög mikil áhersla á nýsköpun. Við sem höfum núna síðustu 2 árin verið að láta hvern einasta nemenda í Reykjavík og unglingastigi hafa iPad eða fartölvu, svokallaðar Chrome-tölvur, og það var mjög gaman að heyra í nemendum að því að við vorum með svona táknræna athöfn í Víkurskóla einmitt þar sem við vorum að afhenda þessi tæki á fyrr í vetur. Og það er heilmikil deigla í gangi þarna og miklu frumkvöðlar í því hvernig hægt er að nota tækni til þess að gera nýjungar í kennslu. Sama með Borgarskóla, þar er mikil vinna og framsækni og hér er reyndar hluti og dæmi af þessu verkefni sem var nefnt af foreldrunum að krakkarnir voru í. Þau voru virkjuð í að teikna drauma skólalóðina sína og fengu að hitta arkitektinn og fara yfir það hvað þau vildu gera. Og núverandi skólalóð einkennist af svolítið miklu svona malbiksflæmi, bara eins og var í Árbæjarskóla þegar ég var að alast upp. En þau höfðu aldeilis aðrar hugmyndir og nú er búið að útfæra þær. Og við vorum bara að samþykkja í morgun að fyrsti áfanginn af þessari framkvæmd er að fara af stað í sumar. Voru samþykkja svokallaðan grunn- og leikskólalóðapakka í útboð og þetta verður ótrúlega skemmtilegt. Það er ekki bara það að það sé búið að útfæra mjög skemmtilega hluti á svona einu eiginlegu skólalóð, heldur verður þar sem við kallum útikennslustofa líka í tengstum við skólan. Og það er þá til þess að upplifa náttúruna, læra og þróa. Í Engjaskóla hefur líka gengið mjög vel og þannig að það er
þrátt fyrir að COVID hafi tekið á jákvætt hljóð í skólafólki í hverfinu. Nú frístundastarfið auðvitað mjög víðtækt. Það ofboðslega auðvelt að gleyma því að bara fyrir 20 árum þá vorum við ekki með frístundaheimili, við vorum ekki með 10-12 ára klúbba, við vorum með eitthvað unglingastarf, en þessi starfsemi hefur þéttst og elst alveg gríðarlega og eitt svona bara flaggskip borgarinnar líka þegar við berum okkur saman við önnur sveitafélög á Íslandi. Og hér í Grafarvogi starfið inn í skólanum í öllum tilvikum. Það einkennismerki að það mjög gott samstarf milli frístundar og skólastarfsins, og frístundaheimilin í Grafarvogi eru sérstök að því leyti að þau nota íþróttahúsin meira heldur en frístundaheimili annar staðar, sem skemmtilegt. Það líka því þau geta það, en það mjög mikið svona faglegu metnaður í starfinu. Þetta ekki svona einhverju bara geymslustaðir. Fyrir utan það að þetta þetta hluti af samfelldum áhugaverðum vinnudegi barna, og það áberandi góð þátttaka, það hátt hlutfall nemanda sem að sækir frístundastarfið, og það Gufunesbær sem svona gamla miðstöðin sem heldur utan um þetta, en núna í raun haldið utan um þetta sameiginlega fyrir Grafarvog og Árbæjarhverfið. Og Gufunesbær og svæðið þar í kring hefur verið að byggja smá saman upp. Það alltaf eitthvað nýtt og skemmtilegt að bætast við, og ég veit að Grafarvogsbúar margir þekki þetta og hafa verið að nota svæðið, en ég spái því að þegar nýi geggjaði stígurinn sem núna að verða til við strandlengjuna kemst á allra vitorð, og Gufunes verður orðið svona bara áfangastaður fyrir fjölskyldur í hjólatúrum, að þá mun fólk fara þarna inn og uppgöta að hér eitthvað svona vassull til þess að leika sér með, og grillastað og petang og ég veit ekki hvað og hvað. Var þetta ekki rétt? Ég sá að Sigurlaug var hérna. Já, einmitt. Við vígðum nefnilega þennan völl saman hérna árið. Mörg þessara verkefna hafa komið út úr hverfið mitt, eru sem þetta frumkvæði íbúa sem hafa verið að stinga upp á hvað væri hægt að gera skemmtilegt. Og hér svona svolítil yfirlitsmynd. Gamla Öskuhaugasvæði verður grænt svæði allavega í allri fyrirsjáanlegri framtíð, þar má ekki byggja. Þannig að við sjáum þetta sem svona bara einn af borgargörðunum sem við munum passa upp á, en líka þróa svona smá saman í takt við notkun fyrir útivist. Öll þessi starfsemi, leikskólar, grunnskólar, frístundin undir svona einni og sömu sýn. Það nýja menntastefnan okkar. Það voru þúsundir sem tóku þátt í að móta menntastefnuna. Hún kjarnast í raun einföldum kjörorðum, að láta draumana rætast. Við viljum að skólastarf og frístund veki áhuga, veki innblástur, en mæti hverjum og einum. Við erum ekki öll best í öllu, en öll höfum við eitthvað sem eru styrkleikar okkar, og við viljum að skólastarfi dragi það fram og styðji við fólk. Og líka til þess að vinna gegn veikleikum að sjálfsögðu. En þessi menntastefna hefur leitt af sér alveg gríðarlega dyglu og samvinnu milli skóla og frístundar og milli skóla í að þróa alls konar nýstárleg vinnubrögð í teymiskennslu og mjög áhugaverðin vinnubrögð sem ég vissum að þið sjáuð bara inn í skólanum þegar þið mætið þangað með börnunum ykkar eða til þess að fá að skoða, því að skólar í dag eru allt aðra stofnanir en þegar ég var að læra allavega. Kannski sem betur fer. Þeir eru bara komin miklu lengra. En að þessu samgöngur, ég var að tala gömlu fundi borgarstjóra hérna í den, þeir fjölluðu eiginlega bara umferðarmál, allavega spurningarnar, og kannski það bara eðlilegt, en samgöngur skiptu þetta mjög miklu máli. Fyrir fundin fengum við spurningar hvenær vorhreingerningarnar hæfust, og þær eru nú bara hafnar í hverfinu. Hverfin skiptast á samkvæmt sérstöku kerfi að vera
fyrst eða síðust, ég held að Grafarvogur sé nú býsna framalega núna, þannig að það byrjað að sópa og þetta fer eftir sérstöku systemi sem hægt að kíkja á vef borgarinnar fyrir þá sem eru áhugasamir svona, bæði fallegt og hreint hverfi en líka svona hvernig við skipuleggjum þetta. Við tökum stofnbrautir og stofnstígana fyrst og síðan húsagöturnar og gönguleiðir og það auðvitað mikið léttir þegar veturinn fer. Núna krossa maður aðeins fingurna og bíður eftir páskarhreddinu vissulega. Þetta náttúrulega búið að vera alveg glataður vetur, sérstaklega fyrir út frá snjómokstri og slíku. Búið að vera einn af 4 snjóþyngstu vetrunum í heila öld í febrúar og úrkomu mest í mars að auki, takk fyrir. Varðandi samgöngur að þá erum við auðvitað í gríðarlega stóru verkefni sem miðar að því að létta á umferðinni, ekki bara fyrir þá sem ætla að nota almenningssamgöngur, heldur líka fyrir þá sem ætla að keyra áfram bíl og það heitir Borgarlínan. Hún mun ná upp í Grafarvog, upp í Spöng og skipta auðvitað mjög miklu máli og hún verður gerð í áföngum en sérrými nýtast fyrir vagnana alla leiðina og reyndar líka fyrir strætisvagnana sem að keyra sömu leiðir. Þannig að þó að undirbúningurinn taki mikinn tíma og þurfa að vera vandaður að þá fer þetta enga síður að nálgast hratt í tíma og það mikið fagnaðarefni fyrir þá sem vilja liprari og betri umferð og árangur í loftslagsmálum. Hámarkshraðaáætlun í gildi fyrir borginni í heild og hún innleidd í áföngum og það voru nokkrar götur í fyrsta áfanga hér í Grafarvogi, Fjallkonuvegur, Langerými, Völundarhús og Mosavegur. Í áfanga 2 bætast við fjölmargar götur og síðan í næstu áfangum ennþá fleiri. Við erum í meginatriðum að tryggja að allt sem heitir íbúðagötur inn í hverfum þar sem börn að fara yfir verði 30 götur. Þar sem eru gömlu tengibrautirnar sem sumar voru 50 en eru oft í návígi við íbúðarhús. Við viljum allavega að þær fari niður í 40. Þegar við vorum að kynna þetta fyrst þá þótti þetta rosalega róttækt. Núna ég meira skammaði fyrir að gera þetta ekki hraðar, fara neðar og hafa þær allar í 30 eða eitthvað slíkt. En við teljum skynsamlegt að gera þetta í áföngum. Við unnum þetta hverfi fyrir hverfi í góðu samráði við nærsamfélagið en auðvitað þannig það ekki alveg allir sammála alveg allt. En það sem fyrir okkur vakir að búa til örugg hverfi fyrir börnin okkar og auðvitað okkur sjálf í leiðinni. Hér sjáum við þetta á kortum, þetta fyrsti áfanginn, annar áfanginn og svona verður þetta þá þegar þetta komið til framkvæmda. Við höfum verið að gera ýmsa nýja göngu- og hjólastíga. Þetta nú frá aðtöp þegar við vorum að taka stíginn upp með Svarthöfðanum í notkun. Svarthöfði mætti reyndar ekki sjálfur en þetta alveg dásamlega fallegt mannvirki og það eru fleiri stígar sem eru býsna snotrir og verið að leggja í hverfinu og strandstígurinn verður ein allsherjar dásemd og innviðir sem að fylgja með á stöku stað eins og hjá Gufunesbænum. Og það eru fleiri nýjir hjólastígar á dagskránni en stóru tíðindin eru kannski þessi strandtenging myndi ég halda. Aðeins Sundabraut. Sundabraut hefur verið mjög lengi til umræðu. Ég hef átt frábært samstarf við fulltrúa Grafarvogs í þeirri vinnu og í þeirri umræðu. Það eru margir mjög áhugasamir að Sundabraut komi en bæði hér og Laugardalsmegin hafa verið miklar áhyggjur af áhrifunum fyrir nærlega hverfi og það sem hefur gerst í málinu ýmislegt. Það hefur verið unnið býsna markvisst í því undanfarin misseri.
í samvinnu borgarinnar og samgönguráðuneytisins. Það urðu töluverð tímamót í júlí í fyrra þegar við náðum samkomulag og skrifuðum undir samkomulag ég og samgönguráðherra lykilþætti varðandi næstu skref og þann undirbúning sem framundan er. Þar á meðal var skýrt kveðið á samráð við þá sem næst búa og að það yrði tryggt að það yrði ekki farið hálfa leið. Segir einhver, var einhvern tímann hugmyndin að fara hálfa leið? Já, það var sem bara stórt mál í þessari umræðu, sérstaklega hér í Grafarvogi, að ýmsir samgönguráðherrar hér á árum áður stungu upp á því ýmist að byrja á því að fara hérna yfir Kleppsvíkina, yfir í Grafarvoginn og bíða með seinni áfangan eða af Kjalarnesi og hinga niður í Grafarvoginn og bíða með Kleppsvíkina. Og áhyggjurnar í Grafarvogi voru nefnilega þær að ef það væri farið hálfa leið hér að þá myndi fólk nota Miklubrautina og Vesturlandsveginn og fara síðan í gegnum hverfið og upp Sundabrautina og öfugt ef þetta væri hinsegin. Þannig að það væri verið að leiða umferðina Hallsveginn eða Borgarveginn og fólk var bara alls ekki sátt. Þannig að nú er þetta á hreinu. Það verður þá farið í framkvæmdina alla í einu og það verða sérstaklega skoðuð hugsanlega neikvæð áhrif á nálæga byggð og metið varðandi Hafnsveginn og fleiri svona krítiska punta í þessu. Aðeins til að stikla stóru, hérna erum við frá 2018 og þar til að við byrjum á því að gera viljayfirlýsingu í tengslum við sem síðan var að samgöngusáttmálunum sem meðal annars náðu til undirbúnings Sundabrautar. Við erum búin að gera ýmsar, já ég veit, skýrslur, en það þarf að undirbúa svona mál býsna vel. Þetta er ekki bara hirt upp úr götunni. Og síðan náðum við þessu samkomulagi þarna í sumar, vorum nokkuð dekkra á hörund en við erum núna. Þetta var nefnilega ágæti sumar, en síðan er það þá hönnun, umhverfismat og skipulag, útboð og svo er þetta svo mikil framkvæmd. Ég er ekki viss allir áttu sá því að talið að þetta taki alveg 5 ár bara í framkvæmdinni. Þegar búið að velja framkvæmda aðalinn og slíkt, þannig að 2030-2031 getur þetta orðið að veruleika. En þessa glæru fekk ég lánaða frá samgönguráðherra og hann var með svo sniðuga næstu glæru, ég ætla að sýna ykkur hana. Þetta er nefnilega að byrja þarna 2018 og hér er búið að vinna rosalega þétt, en umræðan byrjaði þarna 1975. Þannig að þetta virðist hafa gengið rosalega hratt. Þetta er góð glæra hjá honum. Aðeins varðandi fasteignir og viðhald. Við erum í heilmiklu viðhaldsátaki varðandi skólahúsnæði, bæði leik- og grunnskóla. Við erum auðvitað í viðhaldi í eldri byggingum á Gufunessvæðinu. Við erum í viðhaldsframkvæmdum í Borgarskóla, það kviknaði reyndar í þar sem þurfti að bregðast við, en líka á leikskólanum og við erum á grunni hjólreiðaáætlunar að setja fullt af hjólastæðum. Hér er þessi dásamlega lóð sem að krakkarnir tóku þátt í að hanna við Borgarskóla og það er að hefjast. Það er verið að vinna ýmsum framkvæmdum sem tengjast nýja hverfinu í Gufunesi til að bæta öryggi og aðgengi gangandi vegfarenda og þar fram eftir götunum og nú er komin samráðshópur með þeim sem búa og starfa á svæðinu sem ég held að sé til bóta. Það er of langt mál að telja upp allt sem er verið að gera í einstökum skólum, grunnskólum, en við fórum í það 2019 og við gerðum heildarúttekt á ástandi alls leikskóla, grunnskóla og frístundahúsnæðis í borginni. Svo gerðum við heildaráætlun það hvað þyrfti til þess að setja viðhald og áætlum á næstu 5 til 7 árum, þá setjum við 25 til 30 milljarða í endurnýjun og viðhald á skólum og frístund. Og þetta er í raun hafið og þessa sér stað mjög víða í skólakerfinu á jákvæðan hátt og þið sjáu að þetta er heilmikið í svona stóru hverju þá bara heilmikið viðhald á hverju ári
í ýmsum atriðum og það hægt að skoða þetta nána fyrir þá sem hafa áhuga á glærunum sem verða aðgengilegar á vefnum eftir fund. Nú það síðan verið að taka einstök hús á Gufunessvæðinu að utan. Við ætlum að eiga sumt þeirra erum við að selja og við erum að byggja við líka leikskóla því að við erum að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla, að færa aldurinn sem kemst inn á leikskóla niður í 12 mánuði. En þetta verður bara fyrsti kaflinn af framkvæmdum og skipulagi og ég veit ég þarf að fara svolítið hratt í gegnum þetta en það er vegna þess að það er mjög mikið í gangi í hverfinu. Þetta uppbyggingin í borginni í heild en það er töluvert mikið sem snertir Grafarvog og Bryggjukvarfið. Bryggjukvarfið er í örum vexti núna og við erum búin að gera heildarsýn og deiliskipulag fyrir næstu íbúðir og heildarsvæðið með Ártúnshöfðanum í heild líka. Hér sjáum þetta á svona módelmynd úr hinni áttinni og ef við rekjum okkur aðeins í gegnum þetta að þá eru fyrstu íbúðirnar í þessum áfanga sem eru núna bara langt komnar í byggingu eru á vegum Bjargs og Búseta á þessum reitum A og B. Síðan koma 2 hópar sem heitir Módulus og Cetrus sem eru með húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Voru látin keppa í því að koma með hagkvæmt húsnæði inn á markaðinn og þau fá íbúðir þarna. Og síðan setjum við lóðir út á almennamarkað og svo var sérstök svona græn samkeppni gömlu steypusílóin. Þarna verður síðan skóli á leikskóli og hitt verður í hinum áfengunum. Þetta eru sömu lóðirnar og ég var að sýna ykkur nema þetta eru húsin eins og þau líta út og þetta er bara alltaf klárast í raun á þessu vori. Og þetta er samt svona arkitektamyndir af Ingörunum, það verður auðvitað miklu betra veður hérna í sumar. En á svæði 3 að þá eru hlutir líka að fara af stað, þarna þarf að fergja á samt nákvæmlega hlutir tæknilegi hlutir sem gilda þessar landfyllingar til þess að allt fari nú vel, þannig að þetta er helja mikil uppbygging sem beinlínis í gangi þarna. Steypusílóin sem að ég veit að sumir vildu að væru bara einhvern veginn hluti af einhverjum vondum minningum björgun og veru þeirra og sandhaugana sem fuku inn gluggann hjá fólki. Að við fórum í samkeppni með sílóin og fengum alveg rosalega spennandi hugmynd svona borgarbúskap, gróðurhús, jafnvel veitingastað hérna uppi og þar fram eftir götunum og svona svolítið mannlífsmiðju fyrir Bryggjukverfi og þetta nýja hverfi og við erum í viðræðu núna við þessa aðila í raun þá að þau fara af stað með þetta, þeim er ekki lokið en þetta er virkilega spennandi hugmyndir. Nú næsti grunnskóli á þessu svæði verður síðan á Fleivangi sem er kannski þetta er reyndar ekki hola fyrir grunnskólan, þetta er hola fyrir nýja dælustöð sem þarf út að nýja hverfinu hérna í Vogabyggð. En þetta er sem Fleivangur og hér á grunnskólinn að vera og það kemur líka ný göng- og hjólabrú hér yfir sem verður þá svona 3. brúin sem tengir þetta allt saman rosalega vel og það er auðvitað allt á fullu í uppbyggingu á Vogabyggðinni en við ætlum ekki að fjalla það hér. Á meðan við erum í hönnunarsamkeppni með nýja leik- og grunnskólan á Fleivangi að þá ætlum við að setja í raun niður svona einingahús til þess að mæta þörf fyrir leikskólapláss á þessu svæði. Köllum þetta ævintýraborgir, erum að setja niður nokkra svona í borginni og þarna yst út á Bryggjukverfinu eða svona framaldi þess að þar erum að gera ráð fyrir þarnæstu sundlaug. Við erum samt fara í samkeppni með nýja laug fyrir Fossvogsdalinn og þetta verður þarnæsta sundlaug í Reykjavík sem gæti verið einhver svona áhugaverð blanda af sundlaug og sjóböðum. Hefur auðvitað ekki verið hönnuð að útfærð en þetta er svona, okkur fannst þetta svona punkturinn yfir í skipulagi fyrir Ártúnshöfðann og Bryggjukverfið.
og nýta staðinn þarna. Nú Gufunesið eitthvað mest spennandi svæði sem í þróun í borginni. Rétt að minna það og þakka fyrir það að framtíðarsýn Gufunesi var mótuð í samvinnu borgarinnar og íbúa í Grafarvogi. Íbúa samtökin og hverfisráðið áttu þarna fulltrúa og við völdum úr þeim hugmyndum sem komu fram, sem voru reyndar margar góðar, en það sem var hlutskapast var að fókusera á hugmyndir kvikmyndagerð og þorpsskapandi greina. Þannig að eitt fyrsta púslið var að gera samkomulag við Reykjavík Studios sölu til þeirra á þessu húsi hér, og það verður fjalla mikið meira það hér af Páli Hjaltarsyni arkitekt á eftir. Það að segja kvikmyndahlutan af þessu, en það var mjög margt fyllt í kjölfarið. Áburðarverksmiðjan var byggð fyrir Marshall-aðstoð eftir stríð, sem var aðstoð Bandaríkjamanna við stríðshrjáða Evrópu. Svolítið merkilegt hvað miklu peningar komu til Íslands, en áburðarverksmiðjur eru auðvitað mikilvægar vissulega, en það geta líka verið hættulegar, og það var rosalegur bruni sem hefði getað farið mjög illa, og í þessari blaðagrein frá 1990 þá þetta kallað því smekklega heiti Hiroshima höfuðborgarinnar. Þetta þá væntanlega í tengslum við það að þarna það geta orðið sem þetta alveg ofboðslega sprengingar sem erfitt við að ráða í áburðarverksmiðjum, meðal annars svona stórum ammóníaktönkum sem einmitt gerðist, en sem betur fyrir aðeins smærri skala hér. En þar sem við erum búin að gera, við fórum í alþjóðlega skipulagssamkeppni allt svæðið í kjölfarið, að þá búið að vinna deiliskipulag fyrir fyrri áfangan, en hann minni í raun og veru. Hann í raun þetta hér, þetta þá síðari áfangin, og í fyrsta áfanganum ennþá verið að vinna með hugmyndir. Við hefum ekki tekið afstöðu til þeirra, en fyrstu húsin enga síður risin, og það hér á fyrstu tveimur reitunum, það annars að Þorpið og hins vegar Hoffell, sem með íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur, hluta sama verkefni og að fara að byggjast upp í tengslum við í Bryggjukörfinu. Svo vorum við að selja 2 lóðir á Gufunesvegi 32 og 36, og þetta eru spildulóðirnar sem eru þarna við hliðina á, fyrsta skóflustungan, og þessi hús eru byrjuð í uppbyggingu, og Spilda félag sem vill byggja með allir í norðurströndinni þarna í tengslu við kvikmyndaverið. Og þetta eru þeirra hugmyndir sem í rýni, en ég bið ykkur að taka þetta með miklum fyrirvara, því að þessar rýni ekki lokið, og þetta heldur meira en gildandi deiliskipulag gerir ráð fyrir. En þetta hins vegar hugmyndir sem bera vott mikið metnað, og það að þarna verði áhugaverður viðkomustaður og áhugaverður staður til að vera á, og þetta sett fram af miklum þunga, því að þarna fólk þegar komið að stað í uppbyggingu og gríðarleg eftirspurn og áhugi á þessum íbúðum að sagt þannig að ég læt þessar myndir bara tala fyrir sig sjálfar. Þessi hús eins og komin á þennan stað. Þetta eru svokölluð smáhýsi sem eru fyrir í raun jaðarsetta einstaklinga sem hafa átt erfitt með að fóta sig og fá þarna búsetu með stuðningi. Þegar þetta fór á stað þá vorum við öll svolítið að fóta okkur í þessu, en þetta hefur gengið betur núna að undanförnu, og mér finnst sjálfum allur frágangur og svona umhverfi vera til fyrirmyndar, þó þetta sé sannarlega færanleg hús. En þarna erum við að fara nýja leið í nálgun við heimilislaust fólk sem á jaðri samfélagsins, með því að ef þú hefur húsnæði að þá eigirðu betra með að koma undir fótunum að öðru leyti. Nú meira kvikmyndamálin hér á eftir. Þetta var Gufunesið á Móavegi, sem nú
ekki langt frá Spönginni, að það gert ráð fyrir því að auglýsa fljótlega deiliskipulag fyrir hjúkrunarheimili og þarna átti áður að rísa íþróttahús fyrir Borgarholtsskóla og það var smá hvellur þegar þessar áætlanir lágu fyrir. En baksagan í því nú kannski svo eins og ég nefndi áðan að Borgarholtsskóli komin í mjög náið samstarf niður í Egilshöll og við gerðum samninga við heilbrigðisráðherra og ríkið næsta hjúkrunarheimili og hugsunin tengist þá staðsetningunni við borgir og eyrborgir sem eru leiguhúsnæði fyrir eldra fólk og við erum að reyna að sjá fyrir okkur að hjúkrunarheimili verði gjarnan hluti af svona lífsgæðakjörnum því að þegar við erum orðin eldri og makinn þarf kannski að vera inn á hjúkrunarheimili þá getur verið gott að geta leigt íbúð í grennd og þannig að það hugsað inn á þessa lóð hér. Nú það verið að velta fyrir sér staðsetningu á búsetukjarna fyrir fatlað fólk við Hverafold 7 sem félagsbústaða myndu reisa og það færi þá í líka samráðs- og skipulagsferli sem yrði framundan. Við erum að ræða við Golfklúbb Reykjavíkur ákveðnar breytingar á legu brauta hjá þeim til þess að reyna að þétta byggð í staðahverfinu meðal annars út af þeirri barnafækkun sem við höfum séð þar og þar hafa verið setta fram ýmsar hugmyndir, það ekki búið að botna þær en við erum búin að opna þetta núna í nýju aðalskipulagi og þetta eru nokkrir reitir sem við höfum verið að skoða sem við kallum K1 og K2 en þau kalla sum á nokkurn kostnað við að færa brautir og svo framvegis og það hópur sem að skoða þetta með golfklúbbnum núna. Annað verkefni að svipuðu tagi þó það tengist ekki Grafarvoginum alveg þráðbeint en bara til að nefna það sem dæmi að fyrir neðan Bása sem svona höggæfingarsvæði Golfklúbbs Reykjavíkur búið að gera ráð fyrir atvinnulóð sem minnkar þá aðeins svæði Bása en kemur þarna inn og þá þetta að búa til verðmæti sem nýtist meðal annars okkur og golfklúbbnum til þess að bæta aðstöðuna þar og gera endurbætur á völlum félagsins. Nú örstutt Ártúnshöfðann sem stóra uppbyggingarsvæði borgarinnar næstu 10 árin allavega ef hann byggist mjög hratt en lengur ef hann byggist aðeins hægar. Þetta Krossmýrartorgið, þetta í raun borgarlínu tengd hverfi og fyrstu íbúðirnar fara í byggingu þar á þessu sumri og aðilar að byrja að leggja inn teikningar sem mjög jákvætt en þetta tegir svo þetta niður í von. Það lögð mjög græn áhersla í öllu þessu skipulagi og búið að nostra mjög við útfærslu þess. Að síðustu vildi ég nefna að það voru 13 verkefni sem urðu fyrir valinu í hverfi mitt fyrir Grafarvog, aðstaða til sjósunds við Geldinganes meðal annars, alls konar hlutir sem tengjast Gufunesinu. Ég held að einir 3 æslabelgir hafi orðið fyrir valinu á mismunandi stöðum í hverfinu og Abbaróla og Stigi í fjöruna og Nuddfoss í laugina og trampolíngarður, jólaljós ekki samt árið kring, fleiri bekkir, frágangur á bílastæðum við Geldinganes og fleira. Þannig að þetta voru heilmargar hugmyndir, auðvitað komu þær allar frá íbúum og þessar urðu fyrir valinu og það bætast sem að við æslabelgir víða hverfið til viðbótar við þann sem í Gufunesinu og við vorum að telja það saman bara í dag að það voru samt 13 æslabelgir kosnir alla Reykjavík. Þannig að sportið þegar líður á sumari verður að fara bara á skónum og reyna að hoppa bara svona alla Reykjavík á þess að snerta jörð á milli. Eitthvað svona. Þessi þeysireið, ég þurfti að fara hratt en þið sjáu að þetta eru bara mjög mörg stór, áhugaverð og fín verkefni
til að bæta lífsgæði í þessu stóra og mikilvæga hverfi í Reykjavík. Þetta allt hluti af sömu sýn. Við köllum hana græna planið. Við erum borg í mjög örum vexti. Við viljum vaxa þannig að það nýtist núverandi hverfum, að það auki lífsgæðin, að við séum á sama tíma að vinna gegn loftslagsbreytingum og við séum að fjárfesta þannig að við séum að ýta undir lýðheilsu, útivist og það sem gerir lífið þess virði að lifa því hið góða samfélag. Og það gerum við á þessum stóra skala með aðalskipulagi og þessum stóru fjárfestingaáætlunum, en í hverfunum með öllum þessum litlu og stóru verkefnum sem snúa að nærsamfélaginu. Og eitt lykiltæki sem við höfum til þess að innleiða aðalskipulagið á hverfagrunni köllum við hverfaskipulag. Fyrsta tók í gildi í Árbænum, næst var Breiðholtið og svo erum við að halda áfram í öðrum hverfum. Þetta einfaldar hlutina fyrir íbúa. Þeir vita frekar hverju má breyta, hvar má byggja við, hvar má setja auka hús út í garðinn, skilgreina auka íbúð í stórum húsum ef þú vilt búa lengur en kannski leigja út frá þér. Þetta allt saman auðveldað í gegnum hverfaskipulag og við fáum svona hverfasjá þar sem þú getur á rafrænan hátt sé þetta allt saman. Þetta heilmikið samráðsferli, byggir meðal annars á þátttöku 12 ára barna sem búið til módel af hverfinu sínu og göngur og samtöl í verslunarmiðstöðum og svo framvegis. Og við gerum ráð fyrir því á seinni hluta þessa árs, þá förum við á stað hérna í Grafarvogi og hefjum þetta ferli, en það mun taka svolítinn tíma. En út úr því kemur þá þróunaráætlun fyrir hverfið, þar sem íbúar eru búin að skilgreina hvar hægt að þétta eða hvar eru möguleikar á grænu svæði til þess að þróa eða öðru slíku. Og það verður spennandi að sjá þetta fara af stað hér í Grafarvogi. Þá þakka ég fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Dagur. Þetta þarna kynning á hverfinu og mjög spennandi framtíðarsýn. En næst vil ég bjóða velkomin Pál Hjaltason, arkitekt, en hann ætlar að kynna fyrir okkur kvikmyndaþorpið í Gufunesi. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Þið heyrið í mér. Já, ég ætla aðeins að segja ykkur frá RFK Studios sem hafa verið að koma sér fyrir í Gufunesi. Þarna sjáum við þessar 2 skemmur sem þeir hafa fest kaup á. Þessi hérna hægra megin búin að vera í gangi, ég held að það hafi verið 2000 og Bergmann í mér. Ég held að það hafi verið 5 ár síðan. Það var fest kaup á því og það var fljótlega farið í að græja það fyrir hérna, ég ætla að læra á þetta. Þú voru að benda á skáp? Þennan skáp. Aha. Ok, það gangi ekki fram á. Þetta var húsið þegar það var keypt, stóra skemman sem við köllum. Hún hafði staðið tóm og opin í 20 ár og eiginlega eina ástæðan fyrir því að hún hafði ekki verið rifin var að hún var svo dýrt að rífa hana. En það var enga hugmyndir að það var það nota hana neitt. Nema einhver var með hugmyndir að stilla upp 10 golfmönnum og skjóta yfir lengdina. En þetta hérna var sem sagt, fyrst var skemman tekið þarna í gegn að framann og það hefur verið kvikmyndað í henni núna í 3 ár, óferð 2 og óferð 3 og Katla var síðan tekið þar upp. Bíómyndin Against the Ice sem nýkomin á Netflix var tekið þarna upp líka og fleiri viðburðir, Eurovision og síðast og dans og þannig að það hefur verið töluvert mikið notkun á þeirri skemmu. Hún gríðarstór. Hún 3200 fermetrar með 13 metrar lofthæð og þetta raunstærð af 737
Boeing-flugvél. Það kemur það ekki inn í heilu lagi, en það verður að setja hann upp inn í skemmunni. Hérna vinstra megin svo það sem við kallum vélahús. Þar var raunverulega framleiðslan á áburðinum. Stóra skemman var hráefnageymsla og það svona næsti áfangi og hefur verið að innrétta vélahúsið sem framleiðsluskrifstofur fyrir RVK Studios. Nú sjáum við umfangið. Það er búið að taka þetta skemmu og setja nýtt gólf og hita og einangrana innan og utan og nýtt hérna járn á þakið. Og fróðir minn segir mér að þetta sé alveg fyrirtaks kvikmyndaver að það gerist ekki betri eða stærri. Þannig að það yrði líklega ekki byggt svona stórt ef maður ætlaði að byggja kvikmyndaver, en fyrir bragðið er þetta líklega stærsta kvikmyndaver í Evrópu. Og það hefur verið framleiðsla á kvikmyndum, nokkur svona aksjónskot. Þarna sjáum við hérna ofar eru sett inn úr Kötlu, spítalinn og íbúðarhúsið og rauði kofinn hérna hægra megin er sem sagt kofinn úr Against the Ice. Inniskotin voru tekin þar inni og síðan voru teknar hérna alls konar tölvusenur hengt hérna í þessa ramma. Þannig að það hefur verið ótrúlega mikil notkun og mikil bjartsýni hjá Baltasar og hans fólki að þetta sé að ganga vel. Þeir tókst vel að vinna gegnum COVID, þannig að þeir náðu einhvern veginn að gera sambandi við Netflix, þannig að þeir gátu keyrt, held ég bara einir í heiminum á tímabili, framleiðslu á í COVID-tíma. Þetta svo skemman sem næsta verkefni. Það búið að klæða hana utan og einangra og glerja, eins og það hafði örugglega séð sem keyrði hérna úr bænum, glansandi hvít. Svona verður þetta þegar hún verður tilbúin. Það er nú eiginlega mjög langt komið í það, inngangur á hliðinni. Þetta er mjög flókið hús og alls ekki hannað fyrir fólk, heldur fyrir vélar. Lofthæðin er frá 2,10 upp í 6 metrar og það var dálítið þraut að ná að nýta það sem skrifstofur. En það tókst þegar mann segja að jarðhæðin er núna orðin að saltengdum kvikmyndaverinu, setja upp leikmyndir og annað slíkt. Önnur hæðin, þar í grunninn, þar svona skrýning, lítið bíó, mjög fullkomið bíó með bestu tækni og mikil hljóðstúdíur og síðan verður þar útleigupláss á tengdum greinum sem það þá ekki beint RVK Studios, heldur klipparar sem vinna með þeim og hljóðmenn sem vinna með þeim. Þeir myndu fá hérna aðstöðu og vinna bæði með RVK Studios og sjálfstætt. Og síðan eru efri hæðirnar 3 framleiðslustúdíóið, matsalur og fundarherbyggi. Þetta er mjög skrítið fyrirtæki mörg leyti. Þetta eru svona 15 manns sem eru fastir og svo fara þær upp í 100 manns þegar mest lætur í framleiðslu á kvikmyndum og þetta eru svona átakaverkefni. Þannig að húsið getur gleypt 100 manns í vinnu en þarf að fungera fyrir þessar 15 sem eru alltaf. Svona var það þegar við byrjuðum. Þessi stóra hola í miðjunni. Það voru, ég man ekki hvað voru mörg 100 tonn tekin út af vélum og lögnum og dóti. Það hefði allavega náð að fylla jarðhæðina sem er 8 metra há, alveg. En þegar þetta var lokið þá var húsið orðið svona skel og maður fann að sjá það. Maður sá náttúrulega, auðvitað maður er ekki að eiga mikið við þessa skel, eins lítið og hægt er. Við settum inn gólf og veggi og það sem þurfti til þess að koma inn í starfsemi. En stórkostlega skemmtilegt iðnaðarmannvirki. Og það er eitt sem var líka gaman, þetta eru myndir frá síðustu viku. Eitt sem er gaman líka að hafa gert það er að
ná að halda í eitthvað á okkar atvinnuhúsnæði og iðnaðarhúsnæði. Okkur er ekki nánast einhvern veginn vel í Reykjavík að halda í þau. Þannig að þarna er komið húsnæði sem að minnir á okkar atvinnusögu og geymir hana þarna. Þetta eru sem sagt, það er verið að klára það innan eins og sjáið. Það er svona hálfur mánuður, konar hurðir. Og þetta er önnur hæðin, útleiguhæðin. Síðan er hérna sjáum við þennan stóra sal sem að verður svona þegar allt verður komið. Þetta er svona mötuneyti hérna á jarðhæðinni. Við höldum í beinin á húsinu og setjum inn veggi mikið dökkan við. Reynum að kalla fram iðnaðarmannvirkið og iðnaðarmælikvarðann. Púlborð. Þetta er innkoman á 3. hæð inn í RFK Studios hlutan. Þarna eru efri hæðir, þetta er 5. hæð. Þar er svona aðal skrifstofuframleiðslan og hún opnast þarna út á sundin. Þetta er eitt af fundarherbyggjunum sem að horfir þá hérna yfir á Viðey eftir þakinu. Og svo er það næsti áfangi. Það er búið að vera að hanna og hugsa út þennan áfanga. Þó að hérna hinn sé ekki alveg að klára þar en það er gert ráð fyrir að fólki sem er að vinna við að breyta hinu húsinu fari beint í þetta þegar því er lokið. Þannig er hérna, þetta er skemma sem er mjög álíka stór og líka með svona hliðarbyggingu en minni. Þar verður líka í framtíðinni skrifstofur og þjónusta. Þetta verður meira svona, þetta verður einfaldara hús, ekki flókin svona skrifstofu endi, framleiðslu endi, hann verður þá í hinu húsinu. En svona er það innan. Þessar súlur eru ekki haldið upp í þakinu, sem er áhugavert. Það er haldið upp í færibandi, sem er steypt þarna uppi. Þannig að þær fara. Og þetta er alveg eins geimur og hitt húsið. Og þarna sjáum við horft á milli þessara húsa. Samlegðin verður náttúrulega mjög mikil. Þetta hús verður, hitt er 1 salur, þetta verða 2 salir. En þeir eru svona, þeir taka svona 2000 manns hvor, gæti tekið, í til dæmis tónleika, en líka fyrir hvers konar viðburði, sýningar. En grunnhugmyndin er að þetta verði kvikmyndaver. Og rekið saman þessi 3 stóru kvikmyndaver. Hérna í þessum væng eru öll aðstaða, búningsaðstaða og förðun og allt sem við þarfum að hafa svo þetta virki fullkomlega. Mikið lagt upp á hljóðvist. Þannig að þarna koma þessi 2 stúdíó með hinu. Það er áætlað að þetta opni í haust. Ég held að það sé búin að leigja það í haust. Það er bara þessar. Þannig að hérna, það er engin greiði gefinn þar. Hérna sjáum við þetta skrýtna form. Dagur var að segja að það var búist að það getur sprungið. Og það er búist að það getur öll sprungið. Þess vegna eru þessi skáveggir og svo eru steypubogar og hugsun var að ef þessi hús myndi springa, þá myndi skáveggirnir halda við húsið en þakið opnast. Þannig að það myndi ekki springa út heldur upp. Sem betur fyrir gerist það ekki. En þetta náttúrulega er alveg, þetta má segja að sé svona kjölfestan í þessari uppbyggingu á þessu svæði. Og stefnir í þetta verði mjög þróttmikið atvinnusvæði. Þannig að flytja upp eftir
hvert fyrirtæki á fætur öðrum, raunverulega öll sterkustu fyrirtækin í kvikmyndagerðinum eru á leiðina nefndir eða komin nefndir, Kukl og alls konar litlir og stórir fyrirtæki sem að sækja í þessa festu sem þessi vinna mun alltaf gefa þetta frá. Þannig að ég hef alveg og alltaf frábært að fá atvinnustarfsemi inn í svona gróið hverfi. Það er ekki alltaf sem hægt að bæta atvinnustarfsemi við íbúðahverfi. Þannig að þetta er svona alltaf einstakt tækifæri til þess að blanda byggð. Gefa fleiri Grafarvogsbúum möguleika að búa nálægt vinnustað og allt það. Þannig að þetta er nú ævintýrið hérna Hans Baltasar, svo ég segi hann bara. Hann er ekki einhamur maður og þetta verður opnað sem sagt í þessari mynd í haust. Ekki síðast. Já, takk fyrir. Nei, ég nota þetta ekki, já. Þakka þér fyrir, Páll. Þetta er alveg meiri háttar verkefni. Heyrðu, en það er eins og ég sagði áðan, smá breyting á dagskrá, þannig að núna ætlum við að opna fyrir spurningar og það er auðvitað mikilvægt að þeir sem að spyrja að þeir tali hljóðnema, þannig að það heyrist til þeirra sem að er að hlusta á okkur í streymi og ég vil biðja ykkur að kynna ykkur áður en þið berið upp spurninguna og að hafa spurninguna svona stutt á hnýtt með það þannig að sem flestir komi í stað. Þannig að hver vill byrja, gjörðu þið svo vel. Góða kvöldi, ég heiti Salvör, ég er íbúi í Grafarvogi, búin að vera inn í 20 ár, þar áður árbæðingur, þannig að maður er svona útkverð að túta. En ég er að velta fyrir mér varðandi mikið í skólamálum einmitt í þessum skóla, meðan börnin mín voru í skóla og maður er að heyra það að sögur neðan á bæ og er að koma hingað upp varðandi miklu mál í skólum og frístundahúsnæði. Hvað er verið að gera í því? Já, góð spurning. Það er verið að gera býsna mikið í því, satt að segja, og sumt af því hefur verið í fréttum, bæði tengt Reykjavík og öðrum sveitarfélögum og reyndar ríkisstofnunum og 2 og 3 stærstu bönkunum okkar og svo framvegis. Þannig að ég held að það sé tvennt, annars vegar að þá erum við meira vakandi fyrir vandamálum sem skapast af raka sem ekki er sinnt. Og allavega Reykjavíkurborg hefur verið að vinna skipulegar en áður í að taka á svona málum. Og við að hluta til vegna þess að okkur fannst ekki takast nógu vel að glíma við fyrstu stóru verkefni sem kom upp á þessu tagi, að þá efndum við til þessara úttekta á öllu leik- og grunnskólahúsnæði og frístundahúsnæði til þess að leita eftir vísbendingum það hvar þyrfti að skoða betur og það er grunnurinn að þessu endurbóta og viðhaldságtaki sem við erum í. Hins vegar er því ekki að leyna að hvorki hér né erlendis eru einhverjar skotheldar leiðbeiningar sem bara þetta ganga að og segja svona á að skoða húsnæði og svona á að ganga til verka. Þannig að við höfum bæði verið að kalla eftir því frá stjórnvöldum en höfum líka haft ákveðið frumkvæði að því að leiða saman þá sem hafa mesta þekkingu á þessu á Íslandi og voru reynda bara í síðustu viku að landa styrk sem þetta ásamt helstu sérfræðingum Eflu, ásamt Birni Martensinni sem er svona kannski svona nestorinn í þessu, hefur verið lengst í þessum rannsóknum á Íslandi og var uppi í rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins með Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og fleirum í að búa til fyrstu íslensku leiðbeiningarnar sem myndu þá horfa á erlenda fyrirmyndir í því hvernig ætti að standa verki í svona. Þannig að við erum bæði, þú veist, bara með alveg hendurnar í múrnum að gera við erum að meta stöðuna og við erum að vinna því að í raun bæta
svona leiðbeiningarnar hvernig að standa að verki og svo erum við búin að setja upp alveg sérstakann feril það hvernig viljum við bregðast við og vinna ef að kemur upp grunur. Þannig að hvernig á að láta vita, hvernig á að miðla upplýsingum, hver á að skoða hvað og í hvað röð. Þannig að já, það hefur heilmikil vinna verið á þessu sviði að undanförnu. Viðhaldi utan og til dæmis í þessum skóla sem við erum í núna í Rimaskóla hefur verið mjög ábótavant í gegnum árin. Þannig að ég held að myglan kemur í kjölfarið á skort og viðhaldi. Það er náttúrulega helst það sem eins og segið þeir eru búin að vera að gera úttektir á þessu þannig að það er bara frábært, bara alveg þvílíku plús. Af því að ég veit að við vorum nokkur í foreldrafélaginu í þessum skóla að með mikið ábendingum á ári hverju varðandi skólalóð og úti, það búið að laga skólalóðina en húsið sjálft. En ég sá það reyndar á glærunum á þannig að það er eitthvað á dagskrá. Þannig að það er bara geggjað. Já, ég held að sé nánast eitthvað á dagskrá í öllum skólunum í Grafarvogi og það á við líka önnur hverfi en það er líka bara hluti af þessu að það er bara komið upp ákveðið vantraust. Það sé ekki verið að sinna þessu nægilega vel og það sé ekki verið að bregðast við ábendingum og ferillinn sem við erum búin að setja upp núna og áhættu stýringarsvið okkar leiddi þá vinnu, gengur út af það að upplýsingamiðlunin sé betri en hún var kannski áður vegna þess að það skiptir svo miklu máli. Allir séu með bestu upplýsingar á hverjum tíma og í hverju skrefi þannig að fólk skilji hvað við erum að hugsa því að ég held að grunnurinn sem ég átt að sjá að við erum auðvitað bara á sömu leið. Við erum að reyna að vera með gott og heilnæmt húsnæði fyrir alla og auðvitað ekki síst börnin okkar í skólunum og til þessi leikurinn gerður á okkar hálfu. Ég heiti Jóhanna og ég er frumbyggi í Staðahverfi. Þetta er týndasta hverfið í borginni. Ég var búin að búa 5 ár í hverfinu þegar kom leikskóli, 7 ár þegar kom grunnskóli. Nú er búið að loka grunnskólanum. Hvenær verður leikskólanum loka? Ég veit það ekki. Það er voða sorglegt að ég fer út á morgnana, maður sér börnin bíða eftir skólarútum til að vera keyrð út úr hverfinu og sjá síðan börnin koma úr Fossveginum með annar rút á móti til að fara í skóla þeirra. Þetta og varðandi viðhald. Hafa byrjað að viðhaldi í skólanum og skólalóðinu þegar það var búið að loka skólanum fyrir börnin okkar. Ég bara spyr umbætur í hverfinu. Ég er með barn í framhaldsskóla niður í bæ. Hún getur ekki tekið strætó úr hverfinu vegna þess að hann er hálftíma fresti. Það er annaðhvort að koma of seint aðeins eða að mætt hálftíma og snemma. Ég þarf að keyra hana í 6-una svo hún komi á réttum tíma. Og ég vil fá úrbætur í hverfið og hvenær ætlið þið að laga, ég get ekki beðið til borgarlínunni, hún er ekkert að fara að koma í hverfið mitt. Takk fyrir. Já, Staðahverfið, við höfum náttúrulega verið með það mjög mikið til umfyllunar og eins og ég rakti áðan að þá var vandinn sá að börnin voru orðin býsna fá. Þau voru reyndar færri í skólanum heldur en í hverfinu sjálfu þannig að einhver hluti foreldra hafði þegar ákveðið að fara með börnin í svona stærra umhverfi. Þetta var ekki einföld ákvörðun að taka og hún var sannarlega umdeild en ég held að þetta var sömuleyti snúið umræðinu varðandi það hvað Staðahverfi þyrfti og íbúar fóru að kalla í raun eftir því að við mundum velta því fyrir okkur til dæmis í samvinnu við golfklúbbinn að fjölga íbúum á svæðinu sem væri þá meira og betra bakland fyrir þjónustuna. Það er alveg rétt að borgarlínan kemur ekki alla leið en hún kemur þó að Egilshöllinni og mun skipta miklu máli vegna þess að þá er hraðtenging þaðan en það er rétt að tengingin að henni skiptir líka máli. Þannig að Staðahverfið er of fámennta eins og það er í dag til að standa til dæmis á bak við heildstæðan grunnskóla. Já, til dæmis voru svolítið færri börn í skólanum vegna þess að árgangur hjá dóttur minni, hann var sendur í burtu í 7. bekk. Þau fengu ekki að klára 7. bekkin í skólanum. Þannig að það er alltaf verið að segja að börnin fóru en þau voru send í burtu. Það verður bara að koma og mér finnst það bara mjög lélegt.
að hvergi í þessar umræðu þú komst þú og rætti við okkur. Ég var boðið, þú komst aldrei. Það rétt að voru margir fundir. Ég kannast reyndar ekki við að mér hafi sérstaklega verið boðið á þá, en kannski var sendt út bara fjöldaboð, en okkar fulltrúar mættu sannarlega á marga fundi og þetta var mikið rætt. Ég var sérstaklega boðið upp í Kornskóla. Það mætti borgarfulltrúar, en ekki þú. Nei, ég mætti ekki á þann fund, en margir borgarfulltrúar fyrir okkar hönd. Það ein spurning hérna. Sæll, Sigurður Haugdal heiti ég. Ég var í húsaskóla 2008 til 2015. Því var lofað þegar unglingarnir fóru yfir í Foldaskóla að væri kemur sparkvöllur. Nú er skólinn 30 ára, ekkert gerst. Og ég spyr hvenær kemur þessi sparkvöllur. Og annað, eins og veist, nú varst að segja vetur, hér var ekki mokað snjór í götum eða göngustígum. Ég var vitni sjálfur að það eru gamla konur á göngustígnum að labba upp og fara með hann upp á heilsugæslu. Þökk sé þér, að það var ekki saltað göngustígandi. Þú ert læknir. Þú skulle vera læknir og skulle haga þér svona. Það hugsa ekki göngustíga að láta götunar fyrir stræt og að forgang. Ég spyr, hvað er þetta að gera? Og annað? Skulum bara halda þessu við tvær. Já, takk fyrir. Ég þarf greinilega að kíkja á þennan Battavöll við húsaskóla. Ég kannast ekki við þetta loforð, en skólalóðirnar hins vegar eru mikilvægar og við höfum verið að setja á Battavelli á mjög margar þeirra. Og varðandi snjómoksturinn, að þá var hann heljarina verkefni í vetur. Því er bara alls ekkert að leyna og það eru einhverjir 4 vetur á síðustu 100 árum sem voru jafn hvítir eins og þessi febrúar. Og hversuna skiptir það máli? Það skiptir máli vegna þess að við fylgjum forgangsröðun þar sem að stoppgöturnar og stoppstígarnir í fyrsta forgangi. Og þegar það gerist að það snjóar meira og meira, að þá erum við að lenda í því að fara aftur í forgangsgöturnar og á forgangsstígana og þá komast tækin ekki í húsagöturnar eins og gerist í venjulegum vetri. Og þá geta hlaðist upp klakahellur sem síðan tímafrekt að eiga við og þetta var nákvæmlega staðan. Það sem við þurfum að velta fyrir okkur að mínu mati hvort að því að nú þetta að segja, heyrðu, þetta var bara einn af 4 verstu veturum í 100 ár. Verðum við ekki bara búast við að þetta sé mjög erfitt reglulega. Í mínum huga þá það ekki víst. Ég held að við þurfum að spyrja okkur hvað það getur verið að við eigum von á meiri öfgum í veðri vegna loftslagsbreytinga og þurfum einfaldlega að búa okkur undir það að hafa aukinn viðbúnað sem kostar vissulega meira í tengslu við þetta, í tengslu við flóðavarnir, í tengslu við brimgarða, við ströndina. Það í raun kostnaður sem kemur vegna áhrifa loftslagsbreytinga á veðurfar. Þannig að það bara umhugsunarvert eftir þennan vetur. Góða kvöldið. Ég heiti Margrét og íbúi hérna í Rimahverfinu. Nú mikil uppbygging hérna niður í Gufunesi og áætlað greinilega að komi stór íbúabyggð þarna niðri. Nú mín spurning, hvar ætlaði að koma öllum þeim börnum sem eftir að búa þarna í skóla og leikskóla? Á að koma skóli og leikskóla hérna niður frá eða fara öll börn hérna upp í Rimaskóla? Við höfum ekki gert ráð fyrir því að verði nýr grunnskóli niður í Gufunesi en ég gerir ráð fyrir því að það verði leikskólaþjónustaðar. Við vitum það að bara á síðustu 15 árum að þá hefur börnum á grunnskólaaldri fækkað 1000 í Grafarvogi og þurfum að huga því hvernig þeim verði best þjónað. Það alveg ljóst að þau fara ekki öll hingað í Rimaskóla. Það alveg á hreinu en skólarnir í hverfinu kalla eftir í raun fleiri börnum því að það rými fyrir þau og það getur bara bætt í raun skólabraginn og skólastarfið að hafa það þannig. Það í gangi sérstakt annars vegar samgöngumat og hins vegar skólamat í tengslum við næsta áfanga í deiliskipulaginu niður í Gufunesi þannig að þá ættu þessi svör að geta legið alveg skýr fyrir. Já, góða kvöldi, heiti ég. Ég sé ekki eins og hvernig fólk eða börn að komast úr hverfinu í skóla.
fyrir það fyrsta, þá ég meira Guðunaskverfinu. Hvernig búið að hugsa það, það gengur ekki strætað þangað og það ekki mókað og það nánast vonlaust að komast úr hverfinu þegar snjóar illa. Hver staðan á samgöngumáli núna þar? Staðan á samgöngumálinu svo að við höfum náttúrulega verið að nota vegtenginguna sem var fyrir en við erum búin að kynna og samþykkja deiliskipulag frekar uppbyggingu bæði á tengingum, nýjum gatnamótum og nýju stígakerfi. Við erum að þjóna hverfinu með pöntunarþjónustu á vegum strætó fyrst sinn þangað til það orðið stærra til þess að standa undir meiru. Það fyrst og fremst núna flutt inn í eitt fjölbýlishús af þeim sem að rísa þarna, en þeim mun fjölga hratt á næstu missurum og þá mun þjónustan vera aukin og við erum að fara að setja fjármuni í uppbyggingu innviða til þess að þetta gangi betur. Það dugar ekki til. Það nú þegar heil bygging sem búið í og verið að flytja í 2 viðbót í næstu viku og þá að kemur ykkur leigubíll og sótti sækiði eftir pöntunum, þá dugar það ekki börnum sem að fara að hitta félaga sína eða stunda íþróttir eða annað. Þetta enga veginn að þjóna fólkinu og það gengur ekki upp að fólk þarf að búa þarna í einhver ár fast inni og geti ekki sótt félaga eða félagsstarf. Akkurat, þess vegna leggjum við áherslu á markvissa uppbyggingu á svæðinu til þess að nægilegu fjöldi sé þarna til þess að standa undir öflugri þjónustu. Því að við viljum að þjónustan sé góð, erum að huga að framtíðarskipulagi skólamála og svo framvegis. Þessi samráðsfundi með íbúum og þeim sem eru þarna með atvinnusvæði eru til þess að fá fram einmitt óskirnar þannig að við getum staðið eins vel að þessu og við getum. Já, góða kvöldið. Ólafur Guðmundsson heiti ég og einn af frumbyggjum í Rimakverfinu og börnin mín gengu í þennan skóla. Og ég eiginlega með 3 spurningar, svona 3 þætt en það nokkur liðir eiginlega í þeim. Og kannski aðeins með snjómoksturinn, þetta ekkert versti veturinn í Grávoginum. Bara langt frá því. Þeir var margir verið verri og meðan var allt í steik í Grávoginum að þá var marrautt í Hafnarfirði og Kópavogi. Þannig að einhvern veginn gáttu þeir nú mokað þetta allt, en það var kannski ekki aðalatriðið. Já, og svo. En það fyrsta lagi samgöngumálin inn í hverfið. Nú var borgin að taka við Stekkjabakka, Höfðabakka og Gullinbrú af vegagerðinni. Og þetta búið að tala þetta í mörg ár. Af hverju núna? Það vegna borgarlínunnar? Og þá kemur spurningin. Á borgarlínuna liggi yfir Gullinbrúna og hvað á að þrengja hana þá mikið eða á að byggja 3. Gullinbrúna til þess að koma borgarlínunu fyrir og Gullinbrú var kynnt sem borgargata 2014 með 40 km hámarkshraða og blómakerjum út allt á þarna meðri brúnni. Þannig að stóra spurningin hvernig verða stóru samgöngumálin og ætla menn virkilega að þrengja niður í eina akrin í hvora átt á Gullinbrú. Ég hef ekki séð útfærslan á því og kalla eftir því og við sáum kannski umferðina sem var í Grávoginum í dag. Það tók hálftíma að komast inn í hverfið. Þetta kannski fyrsta spurningin. Númer 2 með Gufunesið. Nú ég búin að vera í borgarstjórn og varaborgarfulltrúi og ég búin að sjá endalausan bútasaum Gufunesið. Mér langar til að sjá bara heildina. Hvað menn að horfa á í heildina? Og það var kynnt áðan glansmyndin sem var gerð í samkeppninni sem borgarstjórinn nefndi áðan. Húsið mitt farið. Það eru konar blokkir í staðinn. Það enginn búinn að semja við mig. Allur endin Rimakverfið, Viðariminn og Starariminn, þetta allt að fara og verða blokkir með þessar myndir. Þannig að ég kalla eftir heildar yfirliti á Gufunesssvæðið eins og að leggur sig með 20 hæða turnunum og kvikmyndaverinu og öllum íbúðunum og skemmtigarðinum og gamla Gufunesveginum. Nýjasta sem ég sá í skipulaginu var það að þá að leggja hana af
og þá koma ný gata sem verður breiðgata sem liggur beint niður í Gufunesið og allir verði ekki kalla Baltasar Boulevard þegar uppi staðir. Allt svæði niður frá eins og margir þekka, það endalaus vandamál búin að vera þarna. Vitlausar hæðarmælingar, bráðabirgðagötur og nú verið að gera við húsin þarna, ég held að það sé komið hátt í 200 milljónir sem verið að gera við húsin en engi vill hvað að gera við þau. Þannig að ég kalli eftir heildarskipulagi á Gufunesið. Og svo rétti restina, Sundabrautin. Já, það var sýnd mynd hérna áðan hversu langan tíma þetta við tekið, en borgarstjóri sjálfur sagði 2006 þetta í algjörum forgangi við okkur Grafarvogsbúa. Og þetta var kosningamál Samfylkingarinnar að klára Sundabrautina í einu lagi. Það er ekki gert, þess að var lofað aftur 2017 og við vitum ekki ennþá hvort þetta er göng, brú, á að byggja upp í Geldinganesi, á Álfsnesi að koma inn í þetta og smáhúsin sem voru sýnd hérna sem standa í vegstæði Sundabrautarinnar. Og það var verið að tala með þetta verið búsett út, ég held að sé einn kunni þarna niður frá. Búin að vera allan tíman og það er búið eða 700 milljónum í smáhúsin, 20 hús keypt, 1 í notkun, 19 ekki í notkun. Það er nú allur árangurinn af þessu, þannig að ég veit þetta er fjölþætt, þannig að ég skal nú bara afhenda þér. Takk fyrir Ólafur og gaman að heyra að þú setja á jákvæðu og léttu nótunum með okkur hér í kvöld. Af hverju afhendi Vegagerðin sveitarfélögum land allt vegi sem að ríkið hefur átt en sveitarfélögin fá nú? Það er vegna laga sem að ríkið setti einhliða fyrst kringum 2005 og hefur ítrekað verið frestað en nú sagði Alþingi að því yrði ekki frestað lengur. Það hefur ekkert með borgarlínuna að gera. Borgarlínan var ekki einu sinni orðin hugmynd þegar lögin voru einhliða sett gegn mótmælum sveitarfélagana. Það náðust hins vegar svona þrautarsamningar núna áramótin þannig að það verður einhverjir 2 milljarðar lagðir með þessum vegum til þess að viðhalda þeim og taka við þeim. En það er ennþá ósamið rekstrarþáttinn sem skiptir auðvitað mjög miklu máli til framtíðar. Það er frábært að fá spurningu Gullinbrú. Sérstaklega svona skömmu fyrir kosningar því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf í hringingum í Grafarvogi dreift einhvern ruglsögum Gullinbrú allavega í þrennum eða fernum síðustu kosningum og ég veit að þú þar. Fyrst var því dreift að það ætti að þrengja Gullinbrú út af hjólastígum af því að borgarstjórnin væri svo áhugasöm hjólastíga. Hugsanlega vegna þess að enginn vissi að það eru hjólastígar undir Gullinbrúnni sem í fullri notkun. Í öðru lagi var því dreift í tengslum við hugmyndinum borgargötur að það myndi leiða til þrengingar á Gullinbrú þó að það væri algjörlega og lausu lofti gripið. Við hefðum ekki vitað þetta nefnilega vegna þess að frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins gerði okkur þann greið að birta grein í Grafarvogsblaðinu þessa vitleysu sem samt að vera að dreifa og reyna að hræða Grafarvogsbúa og síðan eftir að borgarlínan kom til þá reyndi Sjálfstæðisflokkurinn að dreifa þeirri sögu að borgarlínan myndi þrengja Gullinbrú. Það hefur aldrei staðið til. Það er langeðlilegast að borgarlínan verði bara í blandari umferð á Gullinbrú. Og mér finnst að þú verður að koma til félaga að hætta að dreifa þeirri sögu í mismunandi útgáfum fyrir hverja einustu kosningar að einhver sé að fara að eyðileggja Gullinbrú. Hún var bara 2 akreinar þegar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir tók við sem borgarstjóri. Hún breikkaði hana. Þannig að þetta sé nú bara á hreinu. Varðandi áformin Gufunes, þá hefur engum dottið í hug að setja fjölbýlishús á húsið þitt. Þú getur alveg sofið rólegur með það. Já. Þannig að ég hef rætt ýmislegt við Baltasar, hann hefur aldrei beðið að fá götu nefnda í höfuð á sér. Hann vill bara gera alþjóðlega samkeppnishæft kvikmyndaver sem dregur að sér hæfileika fólk, býr til ótrúlega spennandi störf fyrir unga Íslendinga, ekki bara núna heldur til framtíðar, ekki einn heldur með öðrum fyrirtækjum í kvikmyndagerð á Íslandi og í Reykjavík.
Þetta draumur sem að við deilum mörg og við eigum þetta alveg ótrúlega einstakt tækifæri og mér bara leiðinlegt að reyna að draga einhvern veginn þá umræðu ofan í einhverja skotgrafir útfærslur sem við eigum að geta verið fólk til þess að finna út úr saman. Auðvitað, við erum með gamla Marshall-aðstoð, gamlar byggingar sem þarf núna að taka til nýrra nota. Það verða alls konar mál sem kom upp í því. Sum eru mjög flókin, eins og hæðakvótamálin sem þú hefur nefnt. Mjög flókin, en við erum núna að fara í annan áfangan af skipulaginu. Við metum hvaða þarf fyrir skólastarf, við metum áhrifin á samgöngur. Við reynum að standa eins vel að öllu eins og við getum þarna. Ég vona að það muni lukkast vel því að þetta bara í mínum huga bara ótrúlega spennandi vaxtarbroddur fyrir Gufunes, Grafarvog og Reykjavík og í raun Ísland til framtíðar. Varðandi Sundabrautina, þá það alveg rétt að ég frá 2006 lagt ríka áherslu á að hún þurfi að fara alla leið. Ég slóði fram á sínu tíma 2006 að ef það væri ekki verið að bæta við framkvæmdina öllum þessum mislægu gatnamótum og miða þetta við umferðina 2040 alveg frá upphafi, að þá væri hægt að koma inn í hratt og vel til verks. Á það var ekki hlustað, það var beinlínis gagnrýnt af mjög, mjög mörgum. Ef það hefði orðið niðurstaðan, þá væri hún líklega hér í dag. Kannski var ágætt að hún beið að einhverju leyti, ég veit það ekki, en ástæðan fyrir því að fjármagnið sem var til í hennar hvarf var að það voru símapenningar sem voru lagðir inn í Seðlabankans og töpuðust í hruninu. Þannig var það. Núna verið að tala það að fjármagna Sundabraut með veggjöldum. Það verið látið á það reyna með útboðsleið og þetta verið einkaframkvæmd. Útfærslan viðkvæm fyrir þá sem búi í Grafarvogi, viðkvæm fyrir þá sem búi í Laugardal og við munum standa alveg með íbúum í því að passa upp á þessi lífsgæðamál varðandi leiðarvalið, hvort það verið göng eða brú og útfærsluna á einstökum gatnamótum sem að skipta máli. Varðandi smáhýsin, þá það alveg rétt hjá þér að það hefur gengið býsna erfilega og stundum hægt að koma þeim fyrir, meðal annars vegna mótmæla sem þú þekkir vel, þú þekkir mjög vel, þar sem á að setja þau niður. Ég bið það að við stöndum saman samfélag fyrir alla. Gamla aðferðin var að taka þá sem voru öðruvísi, hvort sem þeir voru fatlaðir, áttu við þroskaskerðingu að stríða eða annað og senda á einhver stað þar sem enginn sá þá. Eða geyma þau inn á stofnunum, jafnvel áratugum saman. Við viljum samfélagi þar sem að fólk býr saman í venjulegum hverfum, jafnvel þó það eigi við einhverja áskorunar að stríða. Það útheimtir af okkur hinum sína umburðarlyndi, skilning, við getum búist við alls konar í mannlegu samfélagi og þá finnum við bara út úr því, en við verðum einhvern veginn að hafa stærð af því að reyna ekki að slá okkur til riddara á grundvelli ótta við fólk sem aðeins öðruvísi en við. Ég veit þetta getur verið áskorun, en þetta í mínum huga eina leiðin. Við getum ekki bara ýtt þeim sem eitthvað öðruvísi þangað sem við ekki sjáum þau. Það mín hjartans sannfæring. Mér langar bara til að segja að mér finnst það að búa hérna í Grafarvogi alveg dásamlegt. Ég ætla að nefna það fyrir fyrsta, bara sundið og sundleikfiminn. Brynjólfur sund, hann kennari þar, hann dásamlegur, starfsfólkið í Grafarvogslaug dásamlegt, það allt hreint þarna og fínt. Og mér finnst líka, núna fer ég stundum í Dalalaugina og mér finnst það líka frábært á mörguleiti. En ég ætla bara að segja að starfið hjá Korpúlfum hérna stórkostlegt og það ættu miklu fleiri að nýta það. Ég öryrki, ég yngri en hitt fólkið, svona venjulega. Ég bara segist bera aldrei vel reyndar.
En hins vegar, það starf sem gert þarna með hjálp Birnu og annara, það alveg ótrúlega flott. Svo ég segi bara til hamingju allir Grafarvogsbúar. Takk fyrir. Takk fyrir. Þetta var kannski ekki spurning nema það hvort þú berð aldurinn vel og þú berð það mjög vel. Góð kvöldi, Hilmar ég og ég í Guðnesi og við vorum í samvinnu með Reykjavík borg og hönnunarferli þar, en svo kemur borgin og bara gerir eitthvað allt annað. Og ég vil fá að vita til dæmis af hverju hefur Reykjavík borg ekki gengið á tryggingar gatnahönnuða þar sem það augljóst að þeir gátu ekki einu sinni teiknað upp neinar götur réttar í kringum okkar hús. Þeir eru máið langt upp á veggi og svo vil ég spyrja af hverju þú hefur margoft fengið áskorun þú hefur fengið áskorun að sjá til þess að undirmenninir fari að lögum og reglum varðandi skipulag og framkvæmdir og hefur aldrei hlustað á allar ábendingar í núna að vera 3. ár. Og hvers vegna gefur skipulagið út framkvæmdaleyfi sem stendur ekki einu sinni skilmála skipulags. Þar stendur að ég vera samvinna við lóðarhafa inngeiðslu og aðkomur sem hefur alltaf snúist núna upp í það að vera hreint og beint ofbeldi sem okkur hefur beitt í 3 ár og hefur ekki ennþá lingt. Þú veist þetta allt saman, þú hefur ekki séð til þess að undirmennin fari að lögum og hefur fengið ótrúlegar ábendingar það og skipulagið í Reykjavík virðist ekki þurfa að fara eftir skipulagslögum né reglugerðum, heldur getur bara vaðið áfram í að þæfa og þreyta fólk. Takk fyrir. Takk fyrir Hilmar. Ég þekki þitt mál, það alveg rétt og við höfum talað saman áður og ég hef látið fara yfir það. Það hefur reynst mjög vandleist eins og þú þekkir því miður. Það eins og ennþá til skoðunar eins og þú veist líka. Það hefur farið fyrir úrskurðarnefndina, það hefur farið fyrir dómstóla og ég held ég viti það rétt að þú hefði fundið í næstu viku. Hann verður ekki, það fyrir hún með tíman, þeir búin að hafa frá. Ok. Ég myndi enga síður leggja til að því ég veit að þetta mál hefur verið til skoðunar að þú tækir þann fund með þínu trúnaða fólki og færir yfir málinn þá því að ég ekki viss að krókur og kýmar þessa máls eru það margir að það sé efni í þennan fund að fara yfir þá alla en mín tilfinning, ég veit að ekki, þú deilir henni ekki með mér, en mín tilfinning svo að fólk vilji koma til móts við þetta en þetta sé býsna vandleist út af tæknilegum atriðum þarna í umhverfinu og ég finn ekki fyrir illvilja í þinn garð eða verkefnisins eða neitt af því tagi. Þannig að ég myndi eindregið leggja til að þú tækir fundinn og segir hvað framkæmi á honum. Jú, bara í stuttu máli, mjög stuttu máli. Við erum búin að vera ástæðanum í 3 ár. Við frestið öllu. Við gáum ykkur frest fram á mánudag. Ákærur á starfsmenn borgarinnar verða gefnar út að þeir hafa bornir á mánudag og þeir getur tekið fundi með okkur í fyrramálið. Ok, takk fyrir það. Við að hafa eina spurningi viðbót og síðan verðum við með myndband. Gjör svo vel hérna. Jæja, fyrir ekki. Góða kvöldi, Þóra heiti ég og bý í Engjahverfinu, hann bara hinn með götuna við Egilshöllina. Ég er búin að vera í smá vandræði með strætisvagnana sem stoppa hérna við fótboltavöllin. Þeir eru farnir að tylla sér þarna í töluvert langan tíma með vagnana í gangi með viðeigandi háða. En mér skilst af þeim hjá Strætó að það hafi staðið til að gera einhverja breytingu varðandi strætisvagna stoppustöð hinum megin við Egilshöllina, sem sagt bílastæðismegin. Og það hann sendi mér framkvæmdastjóri Strætó mynd, þar sem þetta skipulag var á myndinni.
Mér langar bara að spyrja út því að þetta skildist mér að honum átti að vera komið af stað eða búið og að bílarnir ætti þó að leggja frekar þar. Kannastu eitthvað við það að þetta sé í gangi og veistu hvenær verklok á þessu verki verða? Þessari Nú bara rekurum við algjörlega á gat. Ég get ekki svara spurningunni hvorki nákvæmlega þessa staðsetningu né hvenær framkvæmdin tímasett en ég skal bara afla svara við því og koma til þín við fyrsta tækifæri. Ef einhver starfsmaður fundarins geti bara tekið niður nafnið þitt og netfang og við finnum bara út úr þessu. Heyrðu, þá ætlum við ekki að taka fleiri spurningar í kvöld. Þar sem að við eigum eftir að sýna myndband. Einn maður hér. Hann var búinn að bíða svolítið lengi. Já, allt í lagi. Heyrðu, ein spurning enn. Góða kvöldið. Örn heiti ég og búinn að búa hérna í Grafarvogi síðan 1991. Og ég er afskaplega ánægður með hverfið okkar. Og mér finnst í raun og veru við hafa allt til alls hérna. Og oft hefur verið dálítið erfitt hjá mér að átta mig á því hvað var að gera betur. Til dæmis, það var svona smá vanhöld á slætti í hverfinu og hafa nægilega snyrtilegt, en borgin tók sig á síðastliðnu sumri og mér fannst hverfið alveg einstaklega snyrtilegt og það var líka til þess að íbúar tóku sig líka til og snyrtu til hjá sér. En það er eitt sem að ég tel allavega að sé hægt að gera aðeins betur og það er þvottur á götunum. Þetta er ekki sópar, þetta sópar þessu fram og tilbaka, en ég held að hljóta að vera langbesti árangurinn að þvo götunar og með vatni sem sagt. Maður kannast við það erlendis sem maður getur bara borðað á torgunum líka við. Þetta er svo vel snitt. En þetta er bara rík og drasl hérna svoleiðis. Og það hlýtur að við hægt að laga þetta. En annars þakka þér fyrir góðan fund og skýr svör og fína fyrirspurning líka. Takk. Já, takk fyrir Örn. Ég sammála þessu með sláttinn. Við erum líka búin að vera að reyna að skilja svolítið á milli því sem er gróður sem má vera aðeins svona spretta og vera svona engi. Það er reyndar eitt engi hérna í Gráinu sem er umdeilt hvort það eigi að vera engi eða eigi að slá. Því okkur líður svolítið, sérstaklega með þau okkar sem verður með tengingar í sveit eins og óslegið gras sé hirðuleysi og það, þú veist, eins og við séum alltaf að heyja honni í einhverja skepnur. En þannig að þakka þér fyrir það hrós, en ég verð að hrósa íbúum á móti að bara umhirða garða og hús og svona er bara að batna ár frá ári og Reykjavík er að verða nánast samfelldur skrúðgarður og gríðarlegu metnaður í gangi. Ég tek bara til okkar þennan punkt með þvott á götum. Við höfum verið að skoða það aðeins búin að auka í en mættum örugglega gera betur. Við höfum verið að spreyta okkur með bindiefni, þetta varðar svifrykið. En sumir telja að þetta sé einungis tímabundnar lausnir til að slá svona niður svifrykstoppana á verstu dögunum. En þetta er sannarlega eitthvað til þess að horfa á sérstaklega núna þegar sandurinn er út um allt eftir veturinn og við viljum hafa þrifalegt og gott í kringum okkur. En ég vildi kannski Berglind bara fá að endingu að þakka því að mér hefur fundist áberandi frá fulltrúum foreldrafélaganna og annarra að það eru gríðarlega margir hlutir ekki bara í lagi heldur framúrskarandi og til fyrirmyndar í hverfinu og starfsfólk í samvinnu við foreldra og sjálfboðaliða hjá Fjölni og Korpúlfa er að gera alveg magnaða hluti sem að við getum öll verið stolt af og mér þykir svo vænt að heyra einmitt bara að það sé orðað þakklæti því að svona ef maður venst einhverju þá kannski gengur maður því aðeins að því sem gefnu. Nei, og það er vegna þess að fólk er greinilega að finna sig í störfum sínum og leggur hjarta og ástúð í það og það þykir mér bara mjög vænt að heyra og mun koma þið til starfsfólksins. Þakka fyrir frábæra móttökur í hverfinu og góðan fund og svo sjáum við myndband ekki satt frá einum hverfisbúa. Takk fyrir.
það passar, en nú komum við til með að sjá myndband frá Hólmari Frey Kristjánsinni sem íbúi í Grafarvogi, sem hann lýsir sinni sýn á hverfið. Grafarvogur náttúrulega fyrst og fremst heimili rosalega margra. Við erum orðin ótrúlega sjálfbært hverfið og horfir á þetta svona heildrænt. Ég þarf ekki nauðsynlega að vera á neinum faraldsvæti. Frekar heldur en ég vil. Ég get eytt flestöllum mínum tíma í Grafarvogi. Ég fæddur og uppalinn í Árbænum, en fluttist tiltölulega fljótlega eftir grunnskóla í Grafarvog. Hverfið búið að halda mjög vel utan um mig þann tíma sem ég hef búið þar. Þetta er svona náumkennleikur eins og þú sért að búa einhvers staðar út á landi. Þótt ég hafi aldrei búið út á landi, en þá líður mér alltaf það. Og það stutt í allar mjög mikið af gönguleiðum hjá ströndinni neðan Víkurhverfis og Borgarhverfis og þar út á Geldinganes, eða þá að þú getur farið í sundlaugina og farið svo kannski og labbað niður í Grafarvog sjálfan. Það er stutt í Egilshöll, það er stutt á golfvöllinn. Þú ert með góðan kjarna í Spönginni. Þú ert með líkamsræktarstöð og bíó og þú getur farið í klippingu og þú getur gert ótrúlega margt þar. Það er golfvöllur, ég vinn þar. Það er nóg að gera allan daginn og maður eiginlega alltaf í vinnunni, jafnvel þótt maður sé ekki í vinnunni. Gott að kíkja í göngutúrinn með fjölskyldunni. Ég hugsa bara sumardag þar sem ég í vinnunni og svo færi ég og myndi sækja barnið mitt á leikskóla. Barnið mitt í leikskólanum Hamrar og líkar mjög vel. Inn í kjörnunum eru svona lítið leiktæki, þannig að það hægt að taka rúnt. Það eru svona faldarperlur hingað og þangað sem kannski ekki allir vita af. Dóttir mín búin að finnast þetta æðislegt bara frá að hún var bara pínulítil. Hverfið á eftir að stækka og það á eftir að eflast. Það er einhver sýn á bakvið þetta sem við kannski öll sjáum ekki. Þetta er æðislegt hverfi. Herðu, en ég vil þá bara að lokum þakka ykkur fyrir ykkur sem hingað komið og þeim sem fluttu erindi fyrir kvöldið og upptaka af þessum fundi verður áfram til á netinu, þannig að þeir sem ná ekki að fylgjast með geta hort á það seinna meir. Og þeim spurningum bárist í streymi verður svarað skriflega seinna eftir þennan fund. En ég vil bara þakka fyrir góðan fund í kvöld og býð ykkur góða nótt.